Góðan daginn, þetta er Salvör Gísladóttir og ég ætla í þessari leksíu að kynna þér appið Vine sem er app til að taka upp stutt vídeo. Og hvað er Vine? Og í stuttu máli er Vine, það er app til að taka upp örstutt myndbönd á síma. Þannig að það er svona app sem þú smellir bara á símanum þínum fyrst og fremst. Það er líka sjálfstætt félagsnet sem að tengist Twitter. Félagsnetinu Twitter og það er ókeypis, þetta hlaðan er ókeypis app fyrir iPad eða iPhone, fyrir Android og fyrir Windows síma og það er miðstöðin á vefnum er vefsetrið vine.co og ef þú færir á það vefsetur þá myndir þú sjá, ef þú værir ekki skráður inn, þá myndir þú sjá svona Vine og þú getur hlaðið niður á App Store, Google Play eða fyrir Windows. Hvað er hægt að gera með Vine? Það er mögulegt að gera stutt myndbönd, 6 sekúndna myndbönd og það hentar ákaflega vel til að gera stuttar hikmyndir eða stop motion, myndir sem eru samsettar úr kyrrmyndum. Það er hægt að senda, þegar maður er búin að taka upp svona stutt myndbönd, þá er hægt að senda það á Vine samfélagið, en það er líka hægt að senda á Twitter, Facebook og Pinterest. Maður tengir reikningana sína á Twitter og Facebook og Pinterest við Vine og það er bara að gera það einu sinni og svo bara smellir maður á hvar maður vil senda myndbandið, en það er líka hægt að setja það svona, maður getur líka fengið svona kóða þar sem maður getur felta inn og láta það birtast til dæmis á bloggi, til dæmis á WordPress og Tumblr og fleiri stöðum. Það er hægt að hljóðsetja myndina og laga myndirnar því að ef við erum að gera stuttmynd, það var á samsett úr mörgum ljósmyndum. Það er hægt að eyða út einstökum myndum og breyta röð mynda sem að skiptir okkur miklu máli þegar við erum að gera svona einhverja skapandi tilraunir með hikmyndir. Svona sem dæmi hvernig Vine lítur út, ætla ég að sýna ykkur bregða upp svona einu Vine og sýna ykkur hvernig ég notaði það. Ég setti það á blogg hjá mér, Vine sem að sýnir hvernig maður býr til svona skopparabolt. Kannski best að ég bara bregði því hérna upp. Þetta er Vine ekki sem að ég gerði, heldur sem að notandi sem að heitir Animal Jam gerði. Þetta er bara 6 sekúndna stuttmynd og hún keyrist alltaf í sífellu, þannig að hann byrjar alltaf upp af hann aftur og hún sýnir í þessu tilfellu, þetta smá skemmtileg sýning sem sýnir hvaða 5 hluti þarf til að búa til skopparabolta og síðan skoppast. Ef ég fyrir aðeins svona neðan á þetta þá sé ég hvaða millumerki sá sem að gerði þetta Vine hefur sett á það. Hann hefur til dæmis sett millumerkið Animal Jam og hann hefur sett millumerkið stop motion. Ef við settum til dæmis millumerkið eins og hikmynd, þá myndi við geta, eða einhver sem bekkur væri að gera Vine, þá myndi við geta fundið all Vine sem að væru með þessu sama millumerkið að tak. Og svo ég fari aðeins yfir hvernig vísa þér á svona myndböndin. Það er svona þægilegt að geta bara sendt upp beint úr símanum með því að íta og eitt takka og við getum sendt þið í posti, það er bara eitt takki líka leið að við erum búin að gera þetta á appinu og þá hafa þeir svona einhverja slóð. Ef að við sem notendur á Vine segjum að við byggjum til svona Vine fyrir ákveð verkefni, þá myndi það vera vine.co / og svo notendana og þetta er til dæmis Vine sem að Vine reikningurinn sem ég skráði mig á. Þar eru Vine sem að bæði ég hef búið til sjálf en líka hef deilt Vine frá öðrum sem ég hef deilt. Síðan gætum við líka leitað á Vine eftir einhverjum svona tags eða millumerki, þannig að ef við verum að skoða millumerkið stop motion þá væri það þessi slóð hérna og alveg eins ef við myndum hafa millumerki hikmynd. Ég bið ykkur að setja, ef það gerir eitthvað Vine, að setja undir millumerki hikmynd ef það gerir stop motion. Kóða, embed kód til að líma á blogg og vefsíður og það er hægt að skrá síðan í Vine á venjulegri tölvu til að skoða og það þarf ekki einu sinni að vera innskráður til þess að skoða Vine sem aðrir hafa gert. En þetta er fyrst og næst tæki sem við notum í
app sem við notum í snjalltækjum eins og símum. Þannig að það er ekki hægt að búa til, það er ekki hægt að taka upp vídeóin semst á venjulega tölvu. Þetta er alfarið miðað við þetta snjalltækja umhverfi. Veltum fyrir okkur hvernig við getum notað svona verkfæri og þetta er eitt aðgengilegasta sem við höfum kost á í dag fyrir svona örstutt vídeó. Og hvað getum við gert? Við getum notað þetta til að búa til svona eins og kveikjur, eins og örstutt kennslumyndbönd eða kynningar. Við getum líka notað þetta til þess að búa til hikmynd, bæði sjálf til þess að sýna eitthvað, en líka til þess að láta nemendur bara sem skapandi verkfæri til þess að láta þau miðla eða einhvers konar verkefni að skila eða hvað sem það er. Við getum notað þetta til að skrá framvindu eða viðburð með myndum og við getum notað þetta í svona ýmiss konar skapandi viðfangsefni, sögugerð og leiktætti og ég er hérna með nokkra slóðir sem að fjalla hvernig maður notar væn í svona umhverfi, námsumhverfi. Það er hægt að segja miklu meira með mörgum ljósmyndum heldur en með einni. Nú getur alveg verið með yfir 100 ljósmyndir í einu væn þó þetta sé bara 6 sekúndur. Hérna tók ég saman nokkra svona, að því að okkar áhersla er á hikmyndir, þá tók ég saman nokkra slóðir með góðum aðilum sem ég bendi ykkur á sem að eru að nota að búa til skemmtilega hikmyndir og margir af þessu eru svona fólk sem að hefur það atvinnu sinni að búa til svona örstutt vídeó. Það er einn nefnilega notkunarmöguleiki þeirra sem að hefur reynst svona þannig að fólk hefur geta gert þetta atvinnu sinni og það eru fyrirtæki sem eru að auglýsa vörur. En þess að þetta er svona eins og auglýsingar sem eru svona örstuttar að þá í þessum 6 sekúndur þá ef það nærða að segja ykkur svona skemmtilega sögu og koma þinni vöru einhvern veginn inn í einhverja sögu. Já, ég ætti kannski að sýna ykkur okkur núna eitt gott dæmi. Hér er til dæmis ein auglýsing, svona örstutt, það sem hefur verið að auglýsa bor og hún er með hljóði líka og það sem er svona eins og pínulítið saga, það sem að krákur setjast hérna á fuglarhræðu og síðan er þær svona hræddar þegar að borinn hann hefur borað út fuglarhræðin eða graskerið. Nú ætlum ég aðeins að fara yfir hvernig umhverfi lítur og blasi við okkur í væn. Þetta er svolítið mismunandi eftir því hvaða tegund af snjalltæki við erum með, hvort við erum með iPhone eða Windows eða hvort við erum með Android. Og þetta sýnir eins og umhverfin í Android í nóvember 2015. Það er alltaf að koma ný útgáfa. Nýlega komin útgáfa sem gefur kost á hljóði og setja hljóð undir og mér tókst nú ekki að gera það hérna á Android þannig að ég ætla ekki að fara í það núna. En ég veit að það eru meiri möguleikar til að gera slíkt í iPhone. En það verður örugglega, það er svona aðeins mismunandi að gefa kannski undan útgáfa eitthvað nýjung á væn í iPhone og síðan kemur þetta fyrir hinnar tegundirnar. En það er þessar 3 tegundir, Android, iPad eða iPhone og síðan er það Windows. En svona lítur umhverfið út þegar við skoðum væn. Skoðum ekki bara hjá öðrum, heldur líka okkar. Við getum tekið hljóðið af og þá er þetta hérna, þá setjum við hljóðið af. Hérna er við sem notendur og eins og stillingar varðandi okkur og okkar væn. Síðan getum við leitað. Síðan farið heim á okkar væn og ef við ætlum að taka eitthvað upp þá er það hérna. Það er hérna myndavélin, vídeómyndavélin og þá erum við komin í það sem við ætlum að svona einbeita okkur að það er að taka eitthvað upp og taka upp hikmynd og það er svolítið gott að byrja á einhverju svona sem liggur flatt og ég byrjaði á að taka upp svona lítið fiðrildi svona sem er svolítið svona flöt fígúra sem ég færði bara til á borði og tek svo upp eina mynd og sjáum við hérna efst uppi það sem stendur exit. Þetta er ásinn, það sem að við sjáum hvernig hikmyndin verður til og þeir sjá það hérna í númer 2 þá er ég búin að taka hann upp alveg í heild. En hérna er ég bara að byrja og svo í hvers skipti sem ég bæti við hikmynd þá stækkar þessi græni ás hérna. Og hvernig bæti ég við mynd, það er svo einfalt að ég fattaði það ekkert einu sinni strax þegar ég var að byrja að búa til þetta. Ítt á hver maður ætti að smella en það sem maður er að smella er að maður er bara að smella á myndina þannig að ég smelli bara hérna með puttanum hérna
Maður verður að smella pínlítið laust svo maður taki ekki of marga myndir í einu en sem maður hefur bara þessar 6 sekúndur og það er alveg hægt að maður smellir laust og það er alveg hægt að taka yfir 100 myndir en það sem maður þyrfti eða strax að gera er að skoða hérna fyrir neðan og læra aðeins á það er mjög einfalt. Hérna fyrsta, það er ef við ætlum að taka upp einhverja vídeómynd sem við eigum inni hjá okkur, erum búin að taka upp. Það er nýkomið, það var ekki í eldri útgáfum. Hérna X-ið er til að þurrka út eina mynd eða vídeó. Skrúflykillinn, en ef ég smelli til dæmis á skrúflykillinn, að þá birtist nýtt val. Undir val við því og það eru svona stillingar og það sem er að skipta mestu máli sem við það er draugurinn. Það er alveg óskaplega mikilvægt þegar við erum að gera stop motion, það er þessi draugur og hann virkar þannig að við tökum eina mynd, svo færum við aðeins hérna þetta fiðriti eða að láta flögra og ég færði það aðeins til og þá sé ég glittir í fyrir aftan eins og staða var því ég tók seinustu myndina. Þannig að ef ég til þess að láta þetta líta svona samfærandi út, þá verð ég að taka mið af því. Þannig að ég verð að færa þetta örlítið miða við seinustu stafsetningu. Og það er mjög mikilvægt, þetta er líka kallað onion skinning. Og það er mjög mikilvægt að hafa drauginn á, þannig að hann er á þegar við erum að taka upp stop motion. Hann er á þegar það verður svona uppljómað. En þetta við hliðin á honum, það er svona til að fókusera á eitthvað eitt punkt. Þannig að við ætlum að fylgja einhverjum ákveðnum punkti og við smellum bara á þetta, smellum svo á þar sem við ætlum að hafa fókusinn. Í þessu tilfelli að því ég er ekkert að taka neitt svona af neinu stóru, þetta er allt á sama stað. Þá smelli ég á það og svo verð ég að smella aftur og taka það af til þess að ég geti byrjað að taka upp. Nú, þegar ég er búin að síðan að taka upp marga myndir og fylla þetta hérna, ég þarf ekki að fylla þetta alveg. Ég gæti alveg haft styttra heldur en 6 mínútur, það er eitthvað lágmark sem að getur verið, kannski 3-4 sekúndur meina ég, ekki mínútur. Þá ýti ég bara aurinn áfram og þá get ég lagað vídeóið, get ég sett edit, smellt á edit og lagað myndirnar og ég geti þurrka til dæmis út einstaka mynd með því að smella á hana og þurrka hann út. Og ég hendi myndum, það sem ég get gert er að ég geti hendi myndum, ef smelli hérna á þetta hérna, þá geti ég hendi mynd, ég get líka breytt þessu hérna og smelli hérna á ruslatununa og síðan get ég vistað. Þá kem ég ennþá lengra. Þar get ég sett inn texta og í textanum þar er svona mikilvægt að við setjum svona millimerki og setjum því alla flokka sem við getum hugsanlega ætlað okkur að setja það í. Hér eru nokkur ábendingar sem að skipta máli þegar við tökum upp væn. Og það er fyrst að nota hljóðnema, það er að segja að stíla ekki inn á að taka bara beint upp hljóð á síman, heldur að hafa hljóðnema og tengt við eyrnatól til dæmis og þá fær maður bara betra hljóð. Nota þrífót til þess að halda myndavélinni stöðugri, mikilvægt að hún sé alltaf stöðugt og kyrna á sama stað, síminn. Við getum þetta kannski ekki alltaf, en nota líka drauginn þegar við erum að gera heikmyndir. Það er að segja svona, þetta er kallað onion skinning. Þess að hafa hann á og sjá alltaf seinustu mynd. Síðan þarf svolítið að æfa sig að smella laust. Og það er hægt, það á að vera hægt að ná 140 smellum í eitt væn.